18. des. Ég fekk svolítið sérkennilega heimsókn frá jólasveini þetta í síðasta innleiki sem að át frá mér súkkulaðið mitt. Ég fæ vonandi að borða trítið mitt í dag, hvað svo sem það verður. En það hafa nokkur nefnt mig hvað ég til bragðs að taka síðan eftir jól þegar að jóladagatalið búið. Hvort að það sé ekki eitthvað fleira sem sé hægt að gera svona í svipuðum dúr. Ég kannski ekki fara að halda áfram með eitthvað svona dagleg innlegg, en innlegg þó. Og eiginlega veit skemmtilega til að ég get haldið áfram að smakka eitthvað því ég fekk aðra heimsókn frá öllu skemmtilegri jólasveini í gærkvöldi. Já, hann kom nefnilega með til mín þennan frábæra pakka hérna frá matamönnum sem inniheldur alls konar meira sterkt skemmtilegt dót frá Chili Claus. Sýnum ykkur hvað í þessu. Hér hot sauce, svona í stokki, óbúslega flott. Spennandi að sjá hvað í henni. Það tómatsósa, ekki venjuleg tómatsósa, nei, Windforce 9 habanero tómatsósa. Það mjög sterk tómatsósa. Og ekki fyrir hvern sem Svo með hérna svona svolítið skemmtilegan stokk af svona einhverjum lakkrísstöngum með habanero bragði. Reyndar bara Windforce 4 en ábyggilega mjög bragðgóður. Þetta ekki búið, nei, heldur betur ekki. Hvað með hér? Jú, habanero pipra, Windforce 11 í innsigluðum umbúðum og það ekki einu sinni búið ennþá. Rúsinan í pylsuendanum. Carolina Reaper sem lengi vel var sterkasti chilipipar í heimi. Sömuleiðis innsiglaður eins og habaneroinn. Windforce 11. Ég held að piparinn sjálfur klukki inn á kringum 2 milljónum skófil. Það verður gaman að prófa þetta. Eins og sjá má, þá það cirka hérna sem þetta gerist frekar áhugavert. Því að þegar ég byrjaði að edita þetta, þá tók ég eftir því að hljóðið á þessari klippu hafði klikkað einhver hluta vegna. Þannig að keyrum klippuna áfram og ég verð bara með svona commentary hérna, voice over commentary eftir á. Sjáum hvort ég muni hvað var að gerast. Keyrum þetta stað. Já, ég eitthvað að tauta það þetta sé 18. og ég held að ég sé svona að fara að spá í það að sko hann Andreas út í Svíþjóð, hann opnar alltaf gluggana hjá sér á mjög svona aggressívan hátt, þannig að ég ætla svona að prófa að gera eitthvað svipað fyrst ég búinn að finna 18. Já, hann ég að nefna það sko, ég ætla svona að negla þetta með puttanum sko. Púp, sko, þetta gekk. Opnum þetta, sjá, sama vesen og alltaf að opna þetta. 2 kúlur. Þær eru svona með svona grófu, svona litagrófu textúri og ég held ég hafi verið að tala um það, þetta minnir mér svolítið á 9. Ég held að 9 hafi verið svona, en með myndi alltaf 9 hafi verið svona sterkt chili lykt af þessu. Og hérna, já, svolítið spenntur fyrir þessu sko. Sko, þannig sjáum við þetta, með þess að náði að fókusa á allt. Úff, sko, sett þetta full nálægt nefinn á mér þegar ég fekk piparkorn upp í nefið eins og bjáni. Jæja, herðu, ok. Ég held ég sé bara við það að fara að gúla þessu upp í mig. Svona. Já. Ég var að segja eitthvað snuðut ábyggilega. Já, gott á bragðið. Þetta hérna, ég man ég var að tala um þetta gott á bragðið. Þetta svona sætt og gott og þessi blanda sæta og sterka óbúslega góð. Já, þarna var það sko. Ég lélegastu lýsandi í heimi. Reyna að horfa á sjálfa mig tala í mannkið sem hvað ég var að segja nákvæmlega. Það bara heitin aðeins að kikka inn og hérna byrja að svíða svolítið í munnin og svona pinnur niður í háls og svona en það engin svona hiksta tilfinning eða krampa tilfinning eða neitt svolítið. Svona ég fór svona eitthvað aðeins að efast hvort þetta hafi verið 9 eða hvort það hafi verið eitthvað annað. Því mér minnir alltaf að 9 sé svona bara mildari útgáfa af 15 en með svipuðum áhrifum. Sviðin að magnast svolítið og finnst bara á þessum tímapunkti fannst mér sviðin bara ansi mikill sko.
Ansi mikill. Aðalega svona í mununum og aftur í háls. Og svona ef ég hræðast þetta var að ef ég færi að hósta þá myndi ég svona fá sviðan allavega upp í nef því það myndi þeytast eitthvað ragnir allavega þangað sko. Ég veit ekki hvað ég verið að segja en við getum verið nokkuð viss það að það var ábyggilega eitthvað rosalega sniðugt. Við skulum bara ímynda okkur að það hafi verið eitthvað alveg frábært, eitthvað alveg svakalega fyndið og gáfulegt og fullt af innsæi og bara eitthvað lífsspeki. En já, með sveið svona pínlítið í munnin sko, nú ætla ég að kíkja hvað þetta er. Pikka upp dagatalið. Hvað kemur í ljós? Var það 9? Nei, það var 12. Sem að sennilega samsvarar eða þetta passar við áhrif sem ég fann fyrir. Þetta voru þessi sviða áhrif, ekki þessi krampa áhrif. Það var nú það. Ég held ég hafi ekkert margt annað að segja þarna, þannig að ég held að við séum bara við það að fara að segja þetta gott og kveðja og bara þakka fyrir daginn. Segja eitthvað eins og við sjáumst á morgun. Nei, ekki komið. Býtu. Jú, nú að koma. Það ekki? Býtu við. Ég veit ekki hvað ég var að segja. En sama regla áðan gildi, það var ábyggilega góða gáfulegt. Hlakka til að smakka allt það chili klaustót frá matamönnum. Sjáumst á morgun.